Velkomin í föstudagsþáttinn. Það verður svolítið mikið að tónlist í þessum þætti, sem vel. Og ég ætla bara að byrja á því að kynna melgresið og umfeðmingin. Það ennþá smá hægt að tína blóm en ekki mikið. En fyrsti viðmælandi kvöldsins Magnús Ásgeir frá Stóru Ásgeirsá í Húnaþingi vestra. Velkomin. Já, takk. Mér langar að kynna þig sem bónda en þú ert svo margt annað. Þú ert líka tónlistarmaður og hvað ferðaþjónustu aðili? Jó, ég bara í öllu. Þú ert í öllu? Já. Og þú ert frá þessum bæ? Já, ég frá ættaður hérna á Stóru Ásgeirsá. Já, fæddur upp alinn eða? Já. Og sko, að því að maður brennir alltaf á milli Reykjavíkur og Akureyrar mikið án þess að stoppa. Þetta þarna nálægt Víðigerð, ekki satt? Jú. Þarftu að beygja þar út af aðeins og... Já, bara hérna aðeins inn í Víðidalinn og þökin eru fallega framsóknargræn. Já, allt ekki að fara fram hjá neinum. Nei, allt ekki að fara fram hjá neinum. Segðu okkur aðeins, hvað ertu að gera þar, Stóru Ásgeirsá? Ég með nokkra kindur og svo ég rækta hross og svo ég með gistingu og heitan pott og svo opnaði ég í fyrra sumar bar sem ég var í gamla mjólkurhúsinu sem hann byggt sem fjós og það var bara tilvalið að kalla barinn með mjólkurhúsið. Akkúrat. Tankarnir farnir út og aðrir tankar komnir inn. Bjórkútarnir komnir inn. En byrju pottur, ég hjó eftir því, hvað ertu með pott? Hann við hliðina á fossinum hjá mér. Ég steypti þar upp pott og hlóf hann með steinum og hann hérna við hliðina á Ásgeirsá fossi. Heitt vatn þarna í jörðu? Já. Það er allt til alls í Víðidalnum. Vá. Allt til alls. En veit einhver af þessum potti? Þetta ekki bara svona vel varðveitt leyndarmál? Jó, fólk veit að því og það eru margir alveg æstir að komast í pottinn. Og komast allir sem vilja eða þarf maður að... Nei, ég bara vel bara þú hleypir bara fallegustu konurnar. Útvöldum, já, það er svoleiðis. En kostar í pottinn? Þetta var nú byggt bara fyrir sem eru í gistingunni en það eru allir velkomnir menn. Fólk hefur hringt og spurt hvort það megi fara í pottinn. Er plássur margar? Já, ég held að hann tæki alveg svona 10-12 mann sko. Helgina, núna morgun það ekki á laugardag, já. Þá ert þú með smá viðburð. Já, ég ætla að vera með opinn dag í sveitinni og bjóða upp á kjötsúpu og teimundu krökkum og það eru geitur hérna og hestar og hundar og kettir og það er hægt að skoða bæinn og pottinn og bara skoða allt það sem ég er búinn að gera. Og þú ætlar að henda í hvað mikla súpu? Ég ætla að taka 100 lítra á þetta. Já. Notarðu það tankinn eða? Ég magnaður í að hræra í pottunum. Ég bjóst ekki við að ég er svona góður að hræra í pottum. Það var ekkert mitt áhugamál en ég er orðinn bæði meir og góður að hræra í pottum og svo er ég ábragðsgóður að skipta á rúmfötum og þrífa og skúra. Bara búin að tekur að þér öll verkefni þarna á staðnum. Já. Ertu einn í þessu? Ég meina starfsmann, eitt starfsmann. Já. Þannig að það er nóg að gera hjá þér frá morgun til kvölds. Já. Og svo tekur í gítarinn bara þegar þú ert búin að afgreiða á barnum og spila fyrir gestina eða hvað? Jú, ég gerir það líka. Og aðeins yfir í það, því að þú ætlar að taka fyrir okkur eitt lag í þættinum, bara í sófanum. Þú ert búin að gefa út hvað, einn disk? Já. Og ert með annan í vinnslu? Já, einn í vinnslu núna sem ég vonandi klára ég kannski fyrir jólin, það kemur í ljós. Hvernig tónlist er þetta? Kannski bara komið staði? Þetta er bara, þetta er bara flott svona mellow, eitthvað, cozy. Rólegt og gott. Já, svona smá country vibe og lagið sem ætlar að flytja fyrir okkur núna, hvað getur okkur sagt eitthvað um það? Jú, það heitir Sú sól. Lagið eftir mig og fékk vinn minn Sigur Sólmundarsson til þess að semja texta við það. Hann hefur verið í einhverju ástarhugleiðingum þegar hann samdi þennan texta og hann hitti bara vel á. Eigum við bara enda þetta spjall ef við hvetjum bara fólk til að líta við á Stóru Ásgeirsá núna á morgun. Milli klukkan eitthvað? Já, ég ætla að reyna að vera komin á fætur fyrir 2. Fyrir 2 og bara langt fram á nótt? Já, það verður meðan súpan endist? Kjötsúpa allan til 6 og svo verðum við með opinn bar kvöldið og þá kemur Kitty örugglega vinur minn í dæli og spilar á trommurnar og ég á kassagítarinn og þið haldið bara upp í stuðinu? Við höldum við stuðinu.
Og getur maður að dansa þarna líka? Veistu það? Þú getur dansað. Ég trúi. Hvað ég trúi. Það komið disko, keila og ljósabúnaður og reykvél? Og reykvél. Í alvöru? Jep. Það komið reykvél í mjólkurhúsið. Alvöru? Eigum við ekki bara þakka þér fyrir að koma og heyra lagið þitt? Jú, ekkert mál. Sú sól sem birtist mér í kvöld braust í gegnum skýjarfjöll mér í brjósti tók öll völd. Sú sól, hún bræddi kalda sál kveikti köldu hjartabál skeytti engum heimsins brjá. Og hún sem lýst upp dimman dal breytti augun í fjallasal ég eignast hana skal ég hér að lagi fyrir mér veginn arka einn og sér átti aldrei von á þér hve lengi eftir þér ég beið eins og margfalt æviskeið loksins fann ég mína leið. Sú leið, hún leiddi mig til þín, ást mín til þín, aldrei dvín, þú munt ætíð verða mín. Og hún sem lýst upp dimman dal breytti augun í fjallasal ég eignast hana skal ég hér að lagi fyrir mér veginn arka einn og sér átti aldrei von á þér og sem lýst upp dimman dal breytti augun í fjallasal ég eignast hana skal ég hér að lagi